Hvort sem þau ert hægri maður eða vinstri maður, það verður kannski tekið eftir því að á hinni hlið pólitíkurinnar eru til alls konar illmenni. En er það ekki furðulegt að það er eins beggja vegna? Svo virðist sem ef við gleymum erfðasyndinni, þá skápa báðar hliðarnar illmenni og alræðisherra. Annaðhvort iðka þeir alræði sitt gegnum pólitíkina eða gegnum fyrirtæki sitt. Þetta er vegna þess að við horfum fram hjá erfðasyndinni að allir menn eru syndugir og skortir Guðs stýrð. Einungis með því að játa við erum ekki miðdepill heimsins og við eigum drottinn sem er yfir okkur, getum við fengið samfélag þar sem að slíkir einræðisherrar geta ekki haldið völdum. Við getum einungis játað einn drottinn og sá drottinn er Jesús Kristur. Hann er hinn góði drottinn, hann er hinn góði hirðir sem gefur líf sitt fyrir sauðina. Hann elskar okkur og vill okkur alltaf vel. Hann er sá drottinn sem við alltaf getum treyst.